Góðan og blessaðan daginn, Gunnar Ingi Gunnarsson heiti ég, forstöðumaður Lofström Baptistakirkja. Þú ert að horfa á litla netþáttinn okkar Apologia, þar sem við tökumst á við spurningar hvað varðar kristna trú. Spurningin sem við erum að díla við í dag er: sagðist Jesús Kristur einhvern tímann vera Guð? Og einhverjum ástæðum þá er þetta mjög vinsæl hugmynd í dag að segja að Jesús Kristur sagðist aldrei vera Guð. Jafnvel á fólki sem hefur aldrei lesið Biblíuna, hefur aldrei kannað það sem þeir sögðu Jesú Krist, sem lifðu með honum og skrifuðu hann, og voru ekki einu sinni það að þeir skrifuðu hann, heldur voru þeir tilbúin að deyja frekar en að afneita þeirra vitnisburð sem þeir gáfu hver Jesús Kristur var og hvað hann sagði og hvað hann gerði. Það sem ég langar að gera við lesa henni í Biblíunni, það sem að fólk sem talar þetta hefur oftast ekki lesið í Biblíunni, Jónasarguðspjall, 8. kafli, til dæmis hérna, lesum bara, það er mjög mörg vers þar sem að Jesús segist vera Guð. Og það eitt kannski ber að hafa í huga þegar þú ert að leita að þessu í Biblíunni er að við erum ekki bara að leitast eftir því að Jesús komi og segi ég er Guð, heldur hann að segjast vera Guð Biblíunnar. Það er það sem við erum að leitast eftir, út af því í rómversku samfélagi voru fullt af fólki sem sögðust vera guðir, fullt af keisarum sem sögðust vera guðir, og það í þeirra samhengi var það sem fjölgyðstrú var mjög vinsælt, það voru fullt af guðum og fullt af guðum sem voru líka menn og annað eins. Þannig að það er ekkit sérstakt ef að einstaklingur í því samfélagi sagðist vera Guð. Það var sérstakt ef að þú segist vera hinn Guð Biblíunnar, hinn eini sanni Guð sem er konungur konunga og drottinn drottna. Það sem við lesum hér í Jónasarguðspjalli 8. kafla, versum 56, þannig að við erum að horfa á þetta frá í rauninni gyðingasamhengi, og sáu þeir hann einhvern tímann vera að segja vera Guð. Hér í byrjuninu 56 til 59 stendur: Abraham faðir ykkar vænti þess með fögnuðu að sjá dag minn, og hann sá hann og gladdist. Og þá sögðu þeir við hann: þú ert ekki enn orðinn 50 og hefur séð Abraham. Jesús svaraði: sannarlega, sannarlega segi ég ykkur, áður en Abraham fæddist er ég. Þá tóku menn upp steina til að grýta Jesú, en hann duldist og hvarf úr helgidóminum. Hvað er hann að segja? Þegar hann segir ég er, þá er hann að segja nafn Guðs, að ég er hinn eini sanni Guðs, Jahve. Það er það sem hann að segja, ég er hinn eini sanni Guð, titillinn sem Guð, nafnið sem að Guð notaði fyrir sig til að segja við Móses: hver á ég að segja hafi sendt mig, segðu ég er. Og það sem Jesús Kristus segir er ég er, áður en Abraham var, ég er. Þannig að hann er að nota þannig og í frekar augljósan hátt að segjast vera Guð. Nú, þú færir yfir í 10. kafla og hann byrjar að tala að hann sé góði hirðirinn. Og þarna er bein tilvinnun í Esekiel kafla 34, þar sem að Guð, Gamla testamentisins, er að segja ég er góði hirðirinn. Og þannig kemur Jesús og segir ég er góði hirðirinn. Nú, ef við sjáum líka hér til dæmis, ef við förum aðeins lengur í 10. kaflan, þá sjáum við hérna í byrjunum á versi 25. Jesús svaraði þeim: ég hef sagt ykkur það, en þér trúið ekki. Verkin sem ég ger í nafni föður míns vitna mig, en þér trúið ekki því að þér eruð ekki úr hópi sauða minna. Mínir sauðir heyra röst mína, og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf, og þeir skulu aldrei að eilífu glatast, og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Faðir minn sem hefur gefið mér þá er meiri en allir, og enginn getur slítið þá úr hendi föðurins. Ég og faðirinn erum eitt. Ok, þannig að kannski, þetta er eitthvað skrítin hugmynd. Sjáum hvað fólkið á tíma Jesú Krist fannst þetta, hvað gyðingarnir sem stúderuðu Biblíuna fannst þetta. Vers 31. Menn tóku aftur upp steina til að grýta hann. Jesús mælti: ég hef sýnt ykkur mörg góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verk viljið þeir grýta mig. Þeir svörðu honum: við grýtum þig ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast. Þú gerir sjálfan þig að Guði, þó þú sért aðeins maður. Við erum að tala þetta eru 2 blaðsjur í öllu Nýja testamentinu. Við sjáum það aftur og aftur og aftur, að Jesús Kristus segist vera Guð, og svo hugmynd að hann sagðist ekki vera Guð er ekki byggð á neinu, og ofta sagt af fólki sem hefur ekki lesið Biblíuna. Ef þú lest Biblíuna og ef þú kannar líka alla þá spádóma sem að segjast rætast í sér, þá segir hann aftur og aftur og aftur. Til dæmis eins og þegar hann segir ég er góði hirðirinn, bein tilvinnun í Esekiel 34, þannig er hann að segjast vera Guð. Út af því að þar í Esekiel 34 segir Guð ég er góði hirðirinn. Þegar hann segir ég er, bein tilvinnun í Mósebækurnar, þar sem að Guð segir ég er. Og þegar hann segir ég og faðirinn erum eitt,
þá er bein tilvísun aftur í Mósebækurnar, þar sem hann segir, heyr ó Ísrael, Guð vor einn. Og hann að segja, ég Guð. Aftur og aftur og aftur, þá sérðu í gennum Biblíuna, í gennum Nýja testamenti og gennum líka þá spádóma sem rætast í gennum Jesú Krist í Gamla testamentinu, að hann Guð og sagðist opinn vera það. Og það var ástæðan fyrir því að þeir vildu krossfesta hann. Að Rómverjarnir héldu að var að gera út af pólitískum ástæðum, en það sem að gyðingarnir voru að gera voru að nota Rómverjana til þess að drepa Jesú Krist út af því að hann guðlastaði í þeirra augum og sagðist vera Guð. Eins og við sjáum í versunum sem við erum búin að lesa núna, tvisvar reynt að drepa hann. Já, góðan daginn, þakka þér fyrir að horfa á annan þátt á Apologia. Það sem ég langaði að segja þér að ef þig langar að vita meira okkur sem kirkju, þá getur þú farið á lofstofan.is eða Facebook síðan okkar, facebook.com/lofstofan. Ef þú vilt fylgjast meira með þeim myndböndum sem kirkjan lætur upp á YouTube, þá getur þú ítt á subscribe hér að neðan. Og ef þér langar að horfa á fleiri myndbönd, þá getur þú ítt á annarkur kassan hér til hliðar.